Ja. Viltu fá súpa? Á 7., 7., 8. áratugnum þá var það náttúrulega bara einfallega þannig að konur voru meira og minna skyldugar til þess að vera fyrst og síðast húsmæður og mæður. Við höfum heyrt af því að það þótti bara mjög asnalegt að feður tækju fæðingarorlof. Þeir voru spurðir af því, heyrðu býtu, ertu ekki með konu, til hvers, af hverju þú að taka fæðingarorlof? Og voru jafnvel litnir hornauga á vinnustað og af atvinnurekendum ef þeir ætluðu að taka fæðingarorlof. Þetta fer að breytast á 7. og 8. áratugnum þegar að giftar konur eða mæðurnar fara út á vinnumarkaðinn. Á 9. áratugnum og þeim 10. þá voru lögin þannig að fæðingarorlof var 6 mánuðir. Það var í prinsippi skiptanlegt milli foreldra en í reynd þá voru það bara konur sem að tóku það. Ég á 2 börn með stuttu millibili og maðurinn minn iðnaðarmaður. Ég kem með hana heima af fæðingardeildinni og með 2 ára gamalt barn og hann átti ekki frídag í 6 vikur. Foreldrar mínu búið út á landi. Þetta bara gekk. Ásta Stefánía Svavarsdóttir á von á sínu fyrsta barni og þá ætlar sambýlismaður hennar, Sigurjón Valmundarsson, í fæðingarorlof. Sigurjón er slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður hjá slökkviliðinu í Reykjavík. 10. áratugurinn og kannski þá sérstaklega í kjölfar á því að þessi karlanefnd Jafnréttisráðs setur fram svona róttækar tillögur það hvernig fæðingarorlof þurfa að líta út til þess að karlar geti eitthvað nýtt sér það. Nokkrum starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem áttu von á barni var veitt 3 mánaða fæðingarorlof en í staðinn tóku þeir þátt í rannsókn á áhrifum fæðingarorlofsins á fjölskylduna. Og þar var stungið upp á því að það yrði lengt úr þessum 6 mánuðum í 12 og því yrði skipt milli foreldra þannig að hvort sig hefði 4 óframseljanlega og síðan væru 4 sem þau getur skipt á milli sín. Áður en að lögin voru sett að þá voru mæður í miklu meira mæli en það gera í dag að hverfa algjörlega bara af vinnumarkaði við það að eiga barn. Og ef þær fóru aftur til vinnu eftir barnsfæðingu að þá fóru þær aldrei í sama starfshlutfall og þær voru í fyrir fæðingu barnsins. Við sjáum það eftir að lögin taka gildi að þá minnkar þessi munur á milli mæðra og feðra hvað varðar vinnutíma og atvinnuþátttöku. Þegar fyrra barnið okkar fæddist, Margrét, 1990, tók ég mér viku frí. Og ég get alveg sagt það að yfirmaður minn, hann leyfði mér alveg að gera það. Það var algjörlega sjálfsagt. En hann lét mig hafa vinnu sem ég átti að vinna heima. Það er Páll Pétursson, félagsmálaráður, sem flytur þetta frumvarp fyrir hönd þeirrar ríkisstjórnar. Og þegar það kemur að atkvæðagreiðslu þá er niðurstaðan einróma. Það er ekki einasti þingmaður sem er á móti og einn sem satt hjá. Og ekki bara það, heldur voru aðilar vinnumarkaðarins mjög áfram þessa löggjöf og aukin heldur í endurteknum mælingum meðal almennings var gríðarlegur stuðningur við hana, yfir 90%. Þannig að það var einhvern veginn andrúmsloft í samfélaginu þannig að þetta bara fékk þetta öfluga veganesti þessi löggjöf. Það hefur tekist á þessum 20 árum að skapa það, skulum við segja, andrúmsloft í samfélaginu að það þykir bara fullkomlega eðlilegt að feður taki fæðingarorlof og rauninni kannski óeðlilegt gerir þeir það ekki.